formanni nefndarinnar Katrínu Fjellsteð orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Takk fyrir það. Þær tillögur sem hér liggja fyrir og formaður hefur talið upp breytingartillögur á þeim texta sem þegar hefur farið inn í áfangaskjal og koma til eftir umræður í B-nefnd og á sameiginlegu nefndafundum sömuleiðis. Nú ég ætla bara í stuttu máli að fara yfir breytingarnar. Þá fyrst stjórnarmyndun og breytingartillagan núna, breytingartillagan sú að, byrja aftur. Í áfangaskjali var ekki kveðið á það hver skipaði forsætisráðherra í embætti fyrir hönd Alþingis. Niðurstaða B-nefndar að það skuli vera forseti Íslands. Þannig að það fyrsta breytingin frá núverandi áfangaskjali. Síðan höfum við bætt inn klausu viðræður í þinginu og hvernig skipa skal ríkisstjórn og ég ætla að lesa þann texta og hann svohljóðandi: til undirbúningskosningunni að fara fram viðræður í þinginu stjórnarsáttmála og skipan ríkisstjórnar. Á grundvelli þeirra viðræðna og eftir að hafa ráðfært sig við þingflokka og þingmenn gerir forseti Alþingis tillögu forsætisráðherra. Hann rétt kjörinn ef meirihluti þingmanna samþykki tillöguna. Að öðrum kosti gerir þingforseti nýja tillögu með sama hætti. Verði sú tillaga ekki samþykkt fer fram kosning í þinginu milli þeirra sem fram eru boðnir. Sá flest atkvæði hlýtur rétt kjörinn forsætisráðherra. Forsætisráðherra ákveður skipan ráðuneyta og tölur ráðherra og skiptir störfum með þeim, en ráðherrar skuli ekki vera fleiri en 10. Þá tilnefnir forsætisráðherra ríkisstjórn sína og leggur fyrir Alþingi til samþykkis svo fljótt sem verða má. Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn. Ráðherrar vinna eið að stjórnarskránni til taka við embætti. Eins og ég sagði, þá sneri umræðina því hver ætti að skipa forsætisráðherra og niðurstaða nefndarinnar var svo að það skyldi vera forseti Íslands. Það spunnust umræður í nefndinni hvort ætti að vera einhvers konar viðlaga ákvæði varðandi stjórnarmyndun og þá menn að hugsa til dæmis mögulega utanþingsstjórn. Það einnig með, og við teljum að það falli innan þessa orðalags, og sömuleiðis minnihlutastjórn sem getur verið neyðarúrræði ef þingið ekki kemur sér saman. En auðvitað verður jafnframt að taka fram að í flestum tilvikum gera menn ráð fyrir því að þingið nái saman þessi mál. Næsta grein setutíma ráðherra. Þar vorum við í áfangaskjali með 3 valkosti. Einn var að yrði ekkert ákvæði hámarks setutíma ráðherra. Annar var að enginn gæti gegnt embætti forsætisráðherra lengur en 12 ár samtals og þriðji valkosturinn sagði enginn getur gegnt ráðherra embætti lengur en 8 ár samtals sem að ræða embætti forsætisráðherra má lengja setutími í 12 ár. Og eftir miklar umræður og yfirferð þetta atriði endum við á því að taka þessa valkosti út og leggja til orðalagið enginn getur gegnt sama ráðherra embætti lengur en 8 ár. Þá kemur kafli Alþingi, þar grein þingforseta sem í áfangaskjali og við breytum aðeins orðalagið þarna til að taka af allan vafa það að varaforseta þings Alþingis séu staðgenglar þingforseta. Til dæmis kemur það inn í undirritun lagafrumvarpa ef forseti Alþingis fjarstaddur eða forfallaður að þá gegna varaforseta þingsins þeim hluta starfs hans samkvæmt þessu. Og greinin segir það Alþingi kýs forseta með 2/3 hluta atkvæða í upphafi hvers kjörtímabils
Sitji forseti ekki út kjörtímabil skal sami háttur hafður á við kosningu nýs forseta. Forseti stýrir störfum Alþingis. Hann ber ábyrgð á rekstri þingsins og hefur æðsta vald í stjórnsýslu þess með forsetastarfa varaforsetar sem eru staðgenglar hans og mynda ásamt honum forsætisnefnd. Forseti Alþingis lætur af almennum þingstörfum og hefur ekki atkvæðisrétt. Varamaður hans tekur sæti á þingi á meðan hann gegnir embættinu. Næsta mál eru þingnefndir. Í áfangaskjali var innan hornklofa upptalningur á nokkrum nefndum, þar að segja þar voru fjárlaganefnd, eftirlits- og stjórnskipunarnefnd, utanríkismálanefnd, sérstaklega nefndar og auðvitað má segja að þetta séu mikilvæga nefndir en niðurstaða okkar er að telja ekki upp nefndirnar í þessari grein. Þeirra er getið í öðrum greinum þar sem málefni þau er fjallað sem að þau sinna. Og þess vegna segir orðalag okkar: Alþingi kýs fastanefndir til að fjalla þingmál og sérnefndir eftir því sem við á. Störf þingnefnda skal mælt fyrir í lögum. Það er enda líka komið inn þetta með sérnefndir, þar að segja fastanefndir eru þá þær nefndir sem eru kosnar til heils kjörtímabils, þar með taldar alþjóðanefndir, en sérnefndir eftir því sem við á. Næst komum við að meðferð þingmála. Þar vorum við með í áfangaskjali að ekkert lagafrumvarp megi samþykkja fyrir en það hafi verið rætt við 3 umræður á Alþingi. Þar settum við innan hornklofa sömu heimild til að fullgilda þjóðréttarsamninga og loks vorum við með orðalag þingsályktunartillögur. Við höfum einfaldað þetta nokkuð. Við höfum tekið út þetta með þingsályktunartillögur og við höfum, þótt mörg okkar hafi séð möguleika á því að umræður frumvörp yrðu einungis 2 en ekki 3, þar sem umfjöllun í þingnefnd í upphafi ferilsins geti kallast fyrsta umræða af því hún er ítarleg og þar fer vinnan fram. Þá sjáum við í rauninni, við höfum svona látið undan þrýstingi með þetta og höfum ákveðið að hafa þarna inni 3 umræður lagafrumvörp. Þannig að orðalagið á greininni er þá svona: frumvörp og tillögur alþingismanna, skýrslur til Alþingis og frumvarpsdrög og tillögur frá ríkisstjórn eru tekin til umfjöllunar og meðferðar í þingnefndum áður en þau eru flutt og rædd á Alþingi. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja fyrir en það hefur verið rætt við 3 umræður á Alþingi. Sama á við heimild til fullgildingar þjóðréttarsamnings sem kallar á breytingu á lögum eða er að öðrum ástæðum mikilvægur. Tillögur vantraust á ríkisstjórn eða ráðherra eru ræddar og afgreiddar við 1 umræðu. Þingmál sem hafa ekki hlotið loka afgreiðslu falla ekki niður fyrir en við lok kjörtímabils. Að öðru leyti skal kveðið á meðferð þingmála í lögum. Nú það má svo sem ímynda sér að það sé hægt að kalla meðferðina inn í þingnefndunum 1. umræðu en þingið ákveði það þá í þingskapalögum. Nú loks kemur kafli forseta. Þar vorum við með grein náðun og sakaruppgjöf og þar hafði fallið út fyrir okkar handvömm orðalag sem átt að vera þar en greinin hljómar núna svona: Forseti Íslands getur náðað menn og veitt almenna uppgjöf saka að tillögu ráðherra. Ráðherra getur hann þó ekki leyst undan refsingu sem Hæstiréttur hefur dæmt vegna ráðherra ábyrgðar nema með samþykki Alþingis. Það er jú eins og menn vita ákveði náðunarnefnd og ákveði fyrirkomulag á því hvernig að náðun geti verið staðið og við ætluðum ekki með okkar upphaflega orðalagi að breyta því verklagi.